Komiði sæl og verið hjartanlega velkomin í Borgarleikhúsið. Borgó í beinni heldur áfram og í dag er listamannaspjall og það er Valur Freyr Einarsson, leikari og höfundur sem er sestur hjá okkur á stóra sviðið. Valur, velkomin. Takk fyrir. Það er ekki eins og þú hafir ekki komið hingað áður. Nei, þetta er kunnulegur staður, þetta stóra sviðið. Já, þó svo hér sitjum við ein með leikmyndin úr 9 lífum á bak við okkur. Já, það er mitt. Ég ætla að fá að ræða aðeins við þig um feril þinn, það sem þú hefur verið að gera, síðastliðin 25 ár, síðan þú komst heim úr námi í Bretlandi og rúlla yfir þinn feril þangað til núna rétt fyrir samkomubann, þá vakst þú að leika Vanja frænda hérna á stóra sviðinu. Já. Og lagið sem við heyrðum áður en útsendingin hófst er einmitt tónlist eftir Bjarna Frímann Bjarnason sem samdi tónlistina í Vanja frænda eftir Tjekhov sem varð að lúta í lægra haldi fyrir COVID-19. En Valur, segðu mér aðeins, þú lærðir í Bretlandi. Já. Manstu, getur sagt okkur hvenær þú komst til landsins aftur? Já, skólinn var, ég var frá 92 til 95. Í skólanum. Í leiklistanámi. Já. Þetta var í Manchester í Englandi. Já. Og fór svo að vinna hér, fór að vinna niður í Þjóðleikhúsi, 96. Já. Í Ibsen leikriti. Hvað var það? Það var Villiöndin. Já. Já. Sem Stefán Baldursson var leikstýra. Já, vá. Kominn tíma á það? Það kom tíma á það, já. Algjörlega. Ok. Og þú kemur í Borgarleikhúsið skömmu eftir það eða? Svo kem ég var fyrstu árin þarna frá 96 til 99 sennilega í Þjóðleikhúsi. Já. Svo kem ég hingað og leik í Litlu hryllingsbúðinni. Þá var það Baldur? Já. Já, æðislegt. Og var hérna svo í nokkur ár, svo áður en ég fór svo aftur endar út í þar sem Ilmur, kona mín, var að læra í mastersnámi í Bretlandi, þannig að við tókum alveg ár þar sem við fórum út. Það var eftir í kjölfarið á hryllingsbúðinni. Já. Sko, Ilmur Stefánsdóttir, eiginkona Vals Freys, er leikmyndahönnuður, búin að vera hér leikmyndahönnuður til margra ára og þau eru líka saman með sviðslistahópinn Common Nonsense. Og það er hérna, þau gerðu margar ótrúlega skemmtilegar sýningar. Já. Í den, verður við eiginlega að segja. Já. Við gerðum saman Baðstofuna. Það er rétt, já. Stefán Jónsson leikstýrði leikrit eftir Hugleik Dagsson, þar sem að upphaflega hugmyndin var að vera með baðstofu fyrirhlé og sólbaðstofu eftirhlé. Við náðum ekki að gera nema baðstofu en þar var til að mynda hljómsveitin Flís var með okkur í þessu og það var Helgi Svavar Helgason, trommuleikari, lék ömmu mína og hann var með svona rock sem var líka bassatromma minni mig. Já, svona hi-hat, já. Eitthvað. Svona hlutir sem að Ilmur hefur búið til, hún býr til allt úr engu. Já, það sem að runnu saman eiginlega svona gamalt verklag, íslenskt svona vefstólar og rockar og allt þetta gamla svona handverk sem að hún breytti í hljóðfæri eiginlega. Já. Og já, það var svona ein af, en fyrsta sýningin sem við gerðum Common Nonsense, hét Common Nonsense og var í þessu húsi inn á nýja sviði. Og það var eiginlega svona löngun mín frá því að ég kláraði skólan úti. Það var eiginlega í mjög mikilli tísku á þessum árum. Það var leikhópur bresku leikhópur sem að þetta er Complicité sem að voru eiginlega svona svolítið tröllriðu senunni þá og það þótti mjög modern og flott og skemmtilegt og rosalega og búið til þar sem þeir í rauninni fóru frá textaleikhúsinu og þetta var mjög fysikalt og mikið unnu upp úr spuna einhvers konar og kannski einhvers þemu sem menn voru að vinna með eða jafnvel unnu kannski leiksýningu upp úr ljóðabók eða bara allt önnur nálgun og maðurinn sem var svona kannski hausinn, þetta var svona dálítið stór hópur en maðurinn sem var bakvið þetta Simon McBurney hann hérna svona hélt utan þetta var leikstjórinn og svona aðal svona hvatamaðurinn að þessu að þessum hóp en
það var talsvert af þessum leikurum sem störfuðu í þessum hóp sem að kendi í skólanum mínum. Já. Tveir leikarar úr þessum hópi sem að, og kona sem heitir Annabelle Arden sem að kom svo sem gestakennari og ennanarkennari sem að, eldri kona sem að vann mikið með Peter Brook og var svona hreyfikennarinn hans, eða ekki kennari, hreyfimanneskjan hans. Já. Movement director, hvað, bara... Já, það svoleiðis, já. Eitthvað, já. Og hún var svolítið svona móðir þessa tungumáls. Já. Og var kennari í Le Coq í París og heitir Monica Pagnot, þessi kona. Já. Og þetta kveikti rosa mikið í mér á námsárunum. Já. Og mér langaði mjög mikið til að í rauninni, þegar ég kom heim, þá var þetta brunin að gera svona leikhús. Já. Sem var kveikjan að þessari sýningu sem við gerðum svo, sem hét Common Nonsense. Já. Og þá tókum við, Ilmur var þetta búin að vera að gera skúlptúra og alls konar úr hinn og þessu og svona eiginlega unnið mikið með þetta þema, þetta nonsense þema. Já. Það sem hún bjór til farsturtur og alls konar svona eiginlega hversdagslega hluti sem hún sneri upp á og bjóð til eitthvað skúlptúr úr og jafnvel eitthvað sem að virtist hafa funksjón en kannski var samt dysfunksional. Já. Og löngunin var að taka allar þessar uppfinningar sem hún var búin að vera að búa til og búa til leikhús. Það eiginlega svolítið kallaði á leikhús af því þetta voru allt objekt sem voru svolítið svona, þetta voru, svona leikbæri hlutir. Já, þetta einhver interaksjón svona eins og ég man eftir sýningu sem hún gerði þar sem hún hleypur í hamstrahjóli á háhæluðum skóm. Já, akkurat. Bara mannhæðar háu hamstrahjóli og þetta einhvern veginn akkur ætti manneskja að gera þetta en manneskja verður að gera þetta. Já. Og þeir langar til að nota hluti. Hún gerði göngugrind eins og fyrir svona barnagöngugrind, eins og börn eru sett í svona lítið sæti og þau geta áður en þau byrja að labba, en svona til að venja þau við. Og gerði svoleiðis fyrir fullorðna. Og það notuðu við hérna í Common Nonsense sýningunni. Og það sem var gaman við þetta, við tókum hvern hlut fyrir sig og þetta við fengum sem sagt mann sem heitir John Wright sem að leikstýra þessari sýningu, breskur kall sem að leikstjóri sem að hafði unnið mikið með þessa aðferð og hann tók með sér einn leikara sem heitir Stephen Harper sem var líka svona í rauninni svona trúðaleikari hálfgerð. Já. Svona í ætt við Kristján Ingimarsson. Já, þetta líkamlega leikhús sem svo ótrúlega gaman að máta sig við með textaleikhúsinu. Já, algjörlega. En hann var með alls konar aðferðir þessi John Wright til að búa til í rauninni kringumstæður og senur úr að manni fannst engu en vinnuaðferðin var bara að taka hvern hlut fyrir sig eins og til dæmis þessar fullorðins göngugrind og sjá hvaða manneskja myndi spretta út úr þessari göngugrind. Þannig að við mátuðum öll göngugrindina og prófuðum og smám saman fann ég þetta er svona, minn var drukkinn einhvern veginn og hann var svo gott þægilegt að vera í svona göngugrind af því að hann gat ekki dottið bara greip hann alltaf einhvern veginn og svo var til í rauninni ekki versta hugmyndin? Nei, það var alveg heill heimur þarna var það einhvern veginn svona bogi, einhver maður sem kom átti alls konar tæki í gegnum sýninguna hann var alltaf drukkinn og hann var ljóðskáld og það var og þannig urðu til einhvern veginn eða spruttu karakterinir út úr hlutunum sem við vorum að leika okkur með. Úr þessu var svo sýning sem hét Common Nonsense sem við sýndum hérna og svo sýndum við hana í Stokkólmi og sýndum hana í Barbican Center í London. Já, vá, þetta í kringum 2000. Þetta 2000, kannski 2002. Eitthvað svoleiðis, já. 2003, gæti verið. Þetta svona 17-18 ár síðan þetta var. Já, vá. Pælt í því. Já. Svona, þannig týnist tíminn. Þannig týnist tíminn. Og þannig, eiginlega verður þetta kompani okkar til. Sem þið síðan tengið inn í eins og þegar baðstofan var gerð og svo náttúrulega gerðu þið niður í Þjóðleikhúsi var það Common Nonsense sem kom að Gúlskildingsóperunni eða? Nei, það var leg. Það var leg? Já, við gerðum í rauninni, næsta sýning sem við gerðum eftir þessu var í samvinnu við Listaháskólann og gerðum við Forðist okkur eftir hugleik. Já, sem var hérna inn á
litla sviði. Sem var inn í litla sviði. Frábær sýning, Stefán Jónsson leikstýrði. Já. Og það var eiginlega svona þá langaði okkur í rauninni að taka teiknimyndasögur, sem bara ótengda eins og hjá honum, brandarana hans, sko, og hann var bara hann var að selja Hugleikur, já. Hugleikur Dagsson var að selja þessar svona, hann hefti saman sjálfur svona, nokkra brandara. Já. Hann var að selja á einhverju markaði. Litlu kallarnir hans sem allir þekkja núna. Já. Þessar brandara sem við þekkjum öll. Og hann, ég var að bíða eftir ilmi eitthvað og fyrir að skoða þessa branda og fannst þetta alveg ógeðslega skemmtilegt. Já. Og fyrir eitthvað að spyrja hann út í þetta og sagði, hefur eitthvað notað þetta? Hefur þetta eitthvað verið notað í leikhús eða sögur eða svona? Hann sagði, nei, það var ekki. Og væru til í að gera það? Hann sagði, já. Og þá var þetta í rauninni til þessi hugmynd að taka brandarana hans og sjá hvort það væri hægt að búa til leiksýningu bara með þann efni við. Og taka bara hverja sögu fyrir sig, eða hvern brandar fyrir sig og sjá hvað fólk þetta væri. En svo kom þetta í ljós að Hugleikur var í rauninni eldklár, sko, höfundur og hann, eftir að við vorum búin að tína út úr þessum brandarabókum hans, þá var hann búinn að tengja saman fyrir okkur og búa til brýr og slaufur inn í þetta, skilurðu, þannig að það var dramatúrgískt, var uppbygging í því og bara í rauninni tiltölulega heilsteypt, sko, handrit, þannig lagað sem að við byrjuðum svo með. Algjörlega brilljant sýning, en þú veist, frjór þinn hugur að vera flett í þessu og í biðinni að bara alltaf að vinna. Já. En þessi áhugi í rauninni frá eiginlega námsárunum að reyna að prófa eða að búa til leikhús úr einhverju öðru heldur en skrifuðum texta. Já. Þannig að næsta sem við gerum Nei, það baðstofan eða leg? Ég man ekki hvort það er undan. Baðstofan undan, já. Gerum baðstofan og svo, nei, ég held að það hafi verið auðvitað. Er það? Já. Hún allavega, Tinna var þjóðleikhússtjóri hérna á þessum tíma og hún sér hérna, forðist okkur og langaði til að vita hvort við værum með eitthvað annað á prjónunum og þá vorum við komið með þennan söngleik sem að hafa svolítið að lögum í forðist okkur. Já. Og Davíð Þór Jónsson, vinur okkar og samstarfsmaður, píanóleikari, hann bjó til nokkur lög fyrir þetta og okkur eiginlega langaði til að búa til eitthvað svona skrítinn söngleik. Já. Og Hugleikur var með hugmyndina hvernig var að gera söngleik sem að heitir Abortion, the Musical. Jesús. Sem var einhvern veginn alveg rángstætt. Já, okkur þetta bara... Bara rángstæðar uppbjörn. Og þetta fannst okkur mjög fyndið og skemmtilegt. En svo googluðum við nú þetta til og þá var þetta til einhvers staðar út í heimi, Abortion the Musical. Jesús, ok, já. 2 seldi miður og allir ofan að þessu. Já, örugglega. En þannig á endanum hét þetta nú leg. Já, sem nú öllu frjóra og svona jákvæðra. Jákvæðra. Og þetta var bara stóra, ætlaðum að gera eitt svona pönkaðan söngleik inn í kassanum í Þjóðleikhúsinu sem endaði svo på stóra sviði og var bara mjög stór pródúksjón. Stefán Jónsson leikstýrði, brilljant, algjörlega og tónlistin öll tekin upp, þannig að bara hvet fólk til að leita upp í leg tónlist eftir Flís. Já. Meiri háttar, ótrúlega gaman. Já, og mjög í anda Hugleiks, sko, alveg svona á einhverjum svona siðferðilegu mörkum allt saman. En það sem var athyglisvert við það, að viðfangsefni var svona fólk sem var orðið, hvað maður segja, af ríkidæmi og svona einhvers konar, það var svona Kardashian, einhvers konar lifnaðarhættir á fólkinu. Já, þetta er svona entitlement, þetta er svona, að vilja bara ekki aftenging og vilja ekki hafa fyrir nokkurn sköpuðum hlut. Fá allt upp í hendurnar. Já, og í rauninni, það var svo mikil velmegun að þú ert orðin alveg dauðleiður á öllu, það er engin tilgangur með neinu. Og þetta vorum við að gera í rauninni fyrir hrunið, þetta var eitthvað svona, það var eitthvað svona stemning sem að Hugleikur svona greip í loftinu, þessi græðgishugmyndin. Já, og líka þessi framsýni með það, því að þarna er verið að tala glóbólegið, sem að þú þarft ekki að ganga með barnið þitt, þú bara færð einhverju svona kúlu og getur hort á barnið verða til þar. Vertu viss, það er einhverju menn út í heima að reyna að búa þetta til og komast hjá því að þurfa að standa í þessu sjálfur. Já, akkurat. En förum aftur í leikarann.
Valfreyja, því að þarna er kreatorinn Valur og hérna þessi hugmyndafræði með að stíga frá textaleikhúsinu en orðið er náttúrulega alltaf undirtónn en hérna þú leikur Baldur og sem er náttúrulega alveg hérna litla hryllingsbúðin alveg stórkostleg. Hvað kemur á eftir, síðan þið í Common Nonsense, svo þið í þeirri hreyfingu. Já, það var alltaf meðfram leikhúsinu, ég var alltaf að leika eitthvað með í leikhúsinu og framleiða þessi verk meðfram einhvern veginn. Á hvaða tímapunkti verður síðan textahöfundurinn, segðu okkur aðeins frá Tengdó? Já, sko það er eiginlega, að einhverju leyti í framhaldi af þessari þróun einhvern veginn, að grunnurinn í mér er mikill svona textagrunnur. Já. Tengist það Bretlandi eða er það bara sá sem þú ert? Nei, það tengist sennilega bara, ég byrja að fá mikinn áhuga á bókmenntum í menntaskóla og fer þá að lesa miklu meira heldur en ég hafði gert. Ég las aldrei neitt mjög mikið, ekki sem barn sko. En svo fer ég að lesa meira í menntaskóla og þá hérna í rauninni bara kviknar þessi áhugi á texta og kannski já, ég meina ég er svona einhver staðar í grunni, einhver í bakgrunni skilurðu, pabbi var alltaf í kór og mikið sungið og veistu, þá maður alltaf í kringum ljóð og ég hef alltaf haft mjög mikinn áhuga á tónlist og textamiðaðri tónlist, svona Bob Dylan, svona sögumenn. Já, ef það er söguframvinda í laginu þá er ég skilur það. Algjörlega. Þannig að það er músíkin sem ég einhvern veginn hef laðast á og er mitt uppáhalds, eru svoleiðis músík. Þannig að einhvers staðar er þetta bara í grunninum. Já. En þegar ég var í náminu þá fór ég að leika mér að búa til svona litla einþáttunga eða svona eintöl eiginlega. Bara í aukatímunum sem að ég hafði, þetta einn í námi einhvers staðar og var ekki alveg komin inn í hérna einhvern veginn. Þá hafði maður mikinn hafa svolítið eins og núna í dag sko, maður var svolítið í sóttkví sko. Einhver einvera. Já, og þá fór ég að búa til texta og grípa hugmyndir einhvers staðar frá og þróa og endanum notaði ég það svo í svona útskriftarverkefni hjá mér að einleik sem ég bjó til sjálfur. Ok, eitthvað tengt, en Tengdó náttúrulega ekki komið til skjálana. Nei, það var ekki tengt í, en þennan einleik sýndi ég svo í kaffileikhúsinu bara leið og ég kom heim. Ég man eftir þessu. Já. Ég er að koma frá Bretlandi líka á svipuðum tíma og kaffileikhúsið, það var alveg æðislegur vettvangur og maður sá mjög mikið af áhugaverðu efni. Það var svona, hún var með eitthvað svona seríu af Ása Richards var að stýra þessu þá. Ágústa Skúla og þær hérna Vala Þórs, þær voru líka að koma á svipuðum tíma með frábært efni. Já, og þetta var, ég gerði þarna lítinn einleik pedofíl sem var sem er þetta alveg rángstæða rautt spjald í dag, en það byggðist á efni sem ég hafði séð heimildaþátt í bresku sjónvarpi. Já. Og alveg sko hörmuleg saga æðstu menn innan breska menntakerfisins sem komu sér í þannig stöðu að þeir hafðu beinan aðgang á ungum drengjum og þetta var svona hörmungasaga. Já. Og þetta er kannski svolítið svona áður en þessi mál er farið að ræða þau mikið opinberlega og þetta er miklu meira tabú og þessi þáttur var algjör sprenging í bresku sjónvarpi. Já. Og það var eitthvað í þessu sem að bara festist við mig og ég fer að hugsa mikið þetta og bý svo til þennan einleik sem að var gerandinn. Út frá hans sjónarhorni. Ég bara man alltaf betur og betur eftir þessu. En það er kannski svolítið kveikin að Tengdó, af því að mér langaði til að taka í rauninni svona heimildir, gera heimildaleikhús innan gæsalappa, taka raunverulega mannesku, líf raunverulegar mannesku, eitthvað sem er auðvitað, kannski aðeins, það þarf að vera kringumstaða eða eitthvað sem er aðeins svona larger than life, sko, eða eitthvað svona stór atburður.
Já, sjaldan hefur maður séð leikrituð fólki sem ekkert gerðist hjá. Nei, það yfirleitt, þú veist, þegar maður hreyfist ekkert þá, og hún var nær mér þessi saga en ég ætlaði með á, sko. Já. Og fyrstu ætlaði ég að gera, sko, leikrit, eða þetta átti að snúast pappan, sem sagt. Já. Hermanninn, hún sem sagt, Tengdó kannski segja okkur lítilega bara frá. Já, Tengdó leit tengdamóður minnar, sem er ástandsbarn, svo kallað. Hún leit að pappa sínum í tæplega 40 og eitthvað ár, 42-43 ár. Já. Og endaði á að finna hann. Já. Og þegar, akkurat á þessum tímamótum, þegar hún að finna hann, þá hann kemur hingað til Íslands og þá hitti ég hennar kall. Já. Og hann fer með mig á kaffihús og svona og spjalla mikið við mig og segir mér svolítið svona sína sögu þegar maður kveikti mjög mikið í mér að búa til verk hann. Hann, já. Þannig að það upphaflega hugmyndin. Það upphaflega hugmyndin. Já. Svo byrjaði ég bara í rauninni svona að vinna mig áfram með það. Hann deyr skömmu síðan en ég hafði ekki beina heimild lengur, sko. En svo tekur í rauninni bara yfir saga tengdamóður minnar. Leið og ég fyrir að byrja að taka þetta saman og tala þetta við hana, hvernig hún upplifði sig sem barn og svona. Og hún, það sem kannski sérstakt við hennar sögu að hún fæðist reyndar í Reykjavík en elst svo upp í Höfnum, í Suðursjó. Og hún eina litaða barnið bara í Höfnum. Já, og hann var sem sagt og nánast í Reykjavík á þessum tíma og hann sem sagt hvaðan? Hann frá Porto Rico. Hann frá Porto Rico, þannig að en fyrir okkur hann bara svartur, sko, hann bara litaði maður, snarkrullað hár og mjög dökka húð. Já, ég get alveg votta fyrir það að það þarf ekki að vera meir en svona, maður upplifir sér pínu öðruvísi sem barn, sko, það bara þannig. Allir eins og fífur í bekknum og svo situr maður þarna bara og hugsa, það eitthvað bóið þetta. Nákvæmlega, þú þekkir þetta. Ég þekki þetta. En hún upplifir sér þetta alltaf sem einhvers konar geimveri, sko, af því að með svartkrullað hár sem vex allt upp í loft og er aldrei eins og hinn, sko. Og í rauninni sem barn alltaf að horfa sér efni í sjónvarpi, sér bíómyndir, les í bókum og alltaf að reyna að sjá fyrir sér hver pabbi hennar og hvernig hann lítur út og hver hann. Og einu upplýsingar sem hún hafði frá mömmu hennar voru það hann væri dáinn, hefði dáið og hann héti Reinaldo. Og annað var það ekki, hún var mjög þögul þetta mál allt saman. Já. Og vildi væntanlega til að vernda hana og verja, sko. En það sem og svo var tvist í þessu, sko, það sem Íslenska ríki gerði samkomulag við bandaríska herinn að senda bara hvíta hermenn til Íslands. Það virkilegt? Það algjörlega, já. Og það var til að vernda íslenska kynstofnin og þeir vildum ekkert útlent blóð. Þetta alltaf alveg makalaust, getur ímyndaði vínabrauðsfundin þar sem að þetta var ákveðið og hver skrifaði undir þetta? En þetta var, þetta var bara mentaliteti á þessum tíma. Og sem ekki ýkja langt síðan, við skulum alveg hafa það á tæru, sko. Nei, sem bara, þetta eru 70 ár núna, eða 60 eitthvað ár. Og þannig að hann þurfti, pabbi hennar, þessi Reinaldo, hann þurfti, þegar hann gengur í herinn, þá var það bara því að hann tekkar í bóksið, ég hvítur. Já. Sem að hann sendur til Íslands. Annars hefði hann aldrei verið sendur til Íslands. Og ég veit ekki hverju valmöguleikarnir voru á þessu blaði sem að hann krossar í, en hann sagði mér þetta sjálfur. Hann sagði bara, hann upplifði sig sem hvítan og vildi vera hvítur. Já. Og hann í rauninni Spánverji innan gæsalappa. Já, þú veist, að því að fyrir hér á landi á þessum tíma var náttúrulega bara, þú veist, þessi brúnn, það þannig, en úti er litrófið, allt annað. Já, nákvæmlega. En hann allavega tekkar í þetta bóksi hvítur og sendur til Ísland og sennilega einn af mjög fáum lituðum hermönnum sem að koma til Íslands. Og
hittir hana svo bara, þeir hefðu ekkert að gera þessi strákar, þeir voru að fylgjast með skipa, já, eiginlega, sennilega flugvélum og skipum og voru hérna rétt fyrir rétt fyrir utan Borgarnes, eða sérst innan með Borgarnes, það eru mýrarnar sem eru hérna rétt fyrir innan. Þar var einhver svona turn sem að þeir höfðu átt að vera að fylgjast með skipa og flugumferð og það var ekkert að gera, þeir voru bara í stöðugri sóttkví, þessi menn. Og hún var í heimsókn á bæ, þarna sumarlangt. Þessi stúlka, sem var engin stúlka, af því að hún var orðin rúmlega fertug. Vá! Og hún var 42 ára þegar hún er þarna hjá vinkonu sinni, þetta sumar, og hafði aldrei getað eignast börn. Hún var gift ekkja, nei, hún var ekkja þá. Hún var ekkja? Já, hún var búin að missa mannin sinn og þau höfðu reynt að eignast börn í rauninni alveg allt sitt líf. Þetta er fullorðin manneskja, 42 ára gömul, já. Já, ættleiddi einn strák sem hún ól upp, en þau höfðu aldrei getað eignast börn. Og það var alltaf skrifað á hennar reikning, að það væri hennar. Auðvitað, svo hittir hún þennan Porto Ríkana hana í Mýrónum. Sem hafði tikkað í boxið og var bara mættur. Hafði rosalega lítið að gera. Og þau bara fella hugið saman og hún verður ólétt. Þetta er stórkostlegt, örlögin maður. Örlögin, en svo er hann kallaður bara í stríðið, bara sko, í sumarlok og hverfur að landi brott, mjög skyndilega. Já, ok. Og hún heyrir ekkert meir. Og þar alveg er þetta bara, fyrir hann er þetta bara eitthvað svona guðskjöf, sko, en þetta er svo þegar fæðist barnið og það er allt í einu bob, kemur þarna barn sem er ekki alveg eins og lítinn eins og allir hinnir. Í Borgarfirði? Nei. Og þetta er þannig að þeim var nú eiginlega ekki, hún bjó á Kárastíg í Reykjavík. Já, Kárastígur og svo fara þær í... Já, svo fara flug, og þau eiginlega svona, það var ekki alveg, hún gat ekki alveg verið í Reykjavík með litabarn. Þú ert að meina? Já, þannig að hún flutti í Hafnirnar og kynnist þar mjög góðu manni sem verður svo, eiginlega svona, tekur tengdamóður mína að sér og verður bara henni svona föður ímynd og frábær kall, sko. Já. Og var hérna skólastjóri. Og þannig að þetta var dálítið mögnuð saga. Þetta er alveg yndislegt. Já, og stórkostleg barátta í rauninni sem að, heldur svo áfram, alveg þar til að hún er orðin 43 ára. Svipuðum aldri og móður hennar þegar hún kynnist, ekki? Jú. Já. Og þá nær hún loksins, er hún búin að afla upplýsingarna og nær loksins sambandi við hann. Já. Sendur honum bréf. Það gerist allt mjög hratt af því að þetta var svona, ameríski herinn heldur hlíðarskildi yfir öllum hermönnum og þannig að það var upplýsingarnar voru mjög takmarkaðar. Já. Svo eru liðin x mörg ár, held að það var liðin 50 ár frá stríði, eitthvað svo leiðist, þá opnast fyrir þessar upplýsingar. Og þá varð algjör sprenging í öllum þessum málum út víða veröld, sko. Og þá fær hún upplýsingar og sendir honum bréf og myndir af sér. Já. Og svo fréttum við það seinna að þegar hann fær þetta bréf þá kallar hann saman fjölskylduna, hann átti eina dóttur og 3 syni, kallar þau saman og þau þau mæta hann að fund að hann sé veikur eða sé eitthvað alvarlegt af því að hann kallar þau aldrei saman í eitthvað svona sunnudagslöns eitthvað. Svo eru þau allt sest og hann segir já, það er eitthvað sem ég þarf að segja ykkur dálítið og hann tekur myndina sem að tengdamóðir mín, Magnea, hafði látið hann hafa og lætur hann að ganga í kringum borðið og þau horfa á myndina og segja já, er þetta systir okkar? Af því að hún var bara alveg eins og þau. Já. Og þá voru allir bara kátir og sáttir með þetta og hann átti þessi börn með annarri konu, sem sagt, hann var ekki tengdur þessari konu þegar hann er hérna í stríðinu, þannig að það voru engin særindi þar. Nei. Þannig að viku seinna er hann bara kominn hingað til Íslands. Æðislegt. Já. Og er eldhress. Mjög sérstakur kall. Passa kannski ekki alveg inn í... Nei, hann var svona Porto Ríkani sem að rak bari á Manhattan.
og var fasteignamógull og svona alveg rosalegur töffari. Já, þannig að hann kemur frá Bandaríkjunum, hann ekki að koma frá Puerto Rico. Nei. Hann býr í New York allt sitt líf og New Yorker og átti nokkra bari. Og var svona mafíósi og það var svolítið athyglisvert að hann tekur utan allt sko eins og mafíósi. Þegar hann kemur hingað, þá byrjar hann að stjórnast með allt hennar líf, skilurðu. Fyrir að hefur skoðun á tengdasonunum og hefur skoðun á hvað dætur hennar að gera og allt þetta. Þannig að fyrst skipti sem ég hitt hann, þá horfir hann á mig og segir bara, hvað gerir þú? Já, hann að skoða það, hann að teka bara að þér hvort þetta sé í lagi. Já, ég segi bara, ég leikari. Jáhá, það leist honum nú ekki vel á, ég væri leikari. Ég segi, já, ok, þú veist að þú þarft að sjá fyrir þeim hérna, þú þarft og þá áttu við eitt barn, eina dóttur, ég og Ilmur. Og þú verður að sjá hérna barnabarnið mitt og þú verður að passa upp á allt sko. Nýkomin. Þetta var bara fyrsta og eiginlega svo hérna segja, við þurfum aðeins að tala saman og við förum út í bíl og við hérna og erum að fara á kaffihús saman og áður en ég set bílinn í gang þá segja hann, það er eitt sem ég þarf að segja við þig. Það er ein regla. Ég veit að þú munt örugglega halda framhjá. En þú þarft að koma alltaf aftur heim. Og always come back to the first lady, sagði hann. Og hver er first lady? Og ég svona, Ilmur, einmitt. Mátt setja í gang. Þetta er Þetta var svo mikið svona skrítin heimur sem maður mætur í þarna. En svo var þetta bara svona skemmtisaga fyrir mig og Ilmi, þetta var eitthvað svo brjálæðislegt eitthvað. Já, þetta er svo út úr kortinu. Þetta er svo út úr kortinu. Alveg grensulaust. Já, en sýnir manni kannski bara hvað maður er bara heppinn að vera bara hér og hér gilda aðra reglur og hérna maður þarf ekki að pæla í því, þú veist, er ég first lady eða hvernig er það? En þessi frábæra saga ratar í Tengdó sem að þú lékst ásamt Kristínu Þóru Haraldsdóttur hérna inn á litla sviði og það var líka í fyrsta sinn sem að hérna Ilmur setti bílinn á svið sem hún hefur gert oft síðan sem er eitthvað stórkostlegt. En þarna kemur Tengdó bara því að þetta er náttúrulega bara allt svo geggjaður sögurvalur. Takk fyrir að segja okkur. Mér langar bara Ég vil vita líka meir um þig. Tengdó, svo varstu með annað verk, Kristbjörg var að leika með ykkur. Sem heit Dagbók Jazzsöngvarans, hérna. Alveg rétt, það var hérna inn á Nýja. En við gætum náttúrulega rappað í allan dag, en svo eru 3 svona stór hlutverk sem að þú hefur leikið núna síðustu ár. Það er hvor kom á undan Allt sem er frábært eða Buckingham. Er það sama? Það er bara sama leikari. Það er sama leikari? Já, ég hef sennilega byrjað á Allt sem er frábært og fór svo í Ríkharð Friðja í kjölfarið. Já, Allt sem er frábært, dásamlegur einleikur sem að Ólafur Egill leikstýrði og viltu segja okkur aðeins frá Allt sem er frábært og bara að því að ég veit að þessi upplifun að í fyrsta lagi leika einleik er ákveð átak, en einleikur þar sem að áhorfendur eru þáttakendur. Það var mikil áskorun. Það var það sem ég óttaðist mest eiginlega. Eftir hvern er verkið? Duncan Macmillan. Duncan Macmillan, Allt sem er frábært. Breti sem að skrifaði líka Fólksstaði hlutir. Alveg rétt, já. Og þeir unnu þetta saman, hann og heitir Johnny Donahoe eða eitthvað svoleiðis sem að lék þetta upphaflega og þróaði þetta með honum og þeir þróaði þetta á nokkrum árum. En þessi Donahoe er svona uppistandari. Bæði leikari sem að fer svo út í uppistand. Og hann þróar þetta samtal við áhorfendur í gegnum skrifin og var mjög frakkur í því. Og ég hitti hérna höfundinn, við Óli hittum höfundinn hérna áður en við byrjum að vinna þetta og áttum gott spjall við hann þetta og
hann sagði allar þessar hugmyndir samskipti við áhorfendur og svona mikil samskipti og láta þá gera alls konar, sem bara þetta kemur allt frá honum, sko, uppistandaranum. Uppistandaranum, já. Honum fannst þetta ekkert mál, skilurðu. Og ég velti fyrir mér þegar ég sko las þetta fyrst, þú sagði, já, við einföldum þetta, þú veist. Já, það var þín fyrsta hugsun, við drögum alls úr því að sagan, sko, og erindið í verkinu rosalega skýrt og mjög fallegt og er eiginlega það sem að dró mig að þessu. Ég las þetta og hugsaði bara, veist, ég verð að fá að leika þetta. Þetta er svo ótrúlega svona skýrt erindi og mér finnst alltaf gott að þegar ég að leika sýningar eða bara í verkum yfir höfuð, þegar að verkið og erindi verksins miklu stærra heldur en maður sjálfur. Þá fer maður ekki að þvælast fyrir því. Ég hafði aldrei áhyggjur af því hvernig ég var að standa mig í þessu. Nei, ég skil. Sem leikari. Ég allan tíma bara að hugsa Þú ert að þjóna ég að þjóna verkinu, ég að þjóna einhverju sem að, eða það samtal við áhorfendur eitthvað sem að er ótrúlega mikilvægt og getur hjálpa fólki. Og þetta ein af þessum sýningum, bæði reyndar, það gerist líka í Tengdó og gerist líka í þessari sýningu. Eftir að ég byrjaði að sýna það, þá byrjaði fólk að hafa samband. Ókunnugt fólk út í bæ, senda mér skilaboð og senda mér pósta einhverja tengingu, eitthvað sem að það var hvatning að fara að gera. Eins og ég man eftir, ég hitti konu í heita pottinum í Vesturbæjarlaug sem að hafði séð Tengdó og hafði aldrei þekkt föður sinn og ákvað að byrja að leita á honum eftir að hún sá Tengdó. Tilgangurinn var skýr, Og þennan dag sem ég hitt hann í heita pottinum, þá var hún að fara að hitta pappa sinn í fyrsta sinn á kaffihúsi. Hvað ert að segja? Og ég hef aldrei hitt þessa konu í Sundi. Hún sagði bara, þetta er fáránleg tilviljun að ég sé að hitta þig hérna. Og það svona, þegar maður finnur einhvern veginn að það sem maður er að gera hérna í þessum svarta kassa, hefur eitthvað svona stærra og verður ennþá tegi sig einhvern veginn inn í líf fólks. Og ég fann það með þessi sýningu, allt sem er frábært, sem að snertir á mjög viðkvæmu málefni, fólk að svipta sér lífi eða manneskja sem er að glíma við þunglindi allt sitt líf og nær í rauninni aldrei að leysa úr því. Og við sjáum þá sögu í gegnum son hennar, alveg frá því hann er 7 ára og þar til hann orðinn fullorðinn maður. Og þetta eru sögur sem að bara stækki manni hjartað, sko. Og þó til dæmis eins og það að halda utan 200 manna sal og vera með fólki endalaust í einhverjum, finna konu sem að leikur fyrirverandi kennara minn og finna konuna mína og alls konar fólki í áhorfendum. Þá var alltaf stærri tilfinning eins og ég hef fengið eitthvað tilbaka. Ég var með meiri orku eftir sýninguna heldur en fyrir sýningu. Dásamlegt. Sem að er ekkert alltaf, sko. Stundum. Og hún gekk náttúrulega í allan aldur líka. Það var alveg merkilegt að því að svo buðum við upp á þessa sýningu sem 10. bekkja sýningu Borgarleikhússins. Þessum öllum 10. bekkingum boðið að koma og upplifa leikhús og þetta hitti alveg í marki á þeim. Já, algjörlega. Sem er óbúslega dýrmætt. Já, og þau eru opnari heldur en okkar kynslóð þessi mál. Opnari með svona meðvitaðri andlega heilsu, þessi hópur. Og ekkert sem að einhverju leyti kom þeim á óvart í, sko, upplýst viðfangsefnið. Upplýstari heldur en margur af minni kynslóð í það minnsta. Nei, almáttugur vegna þess að það er ekki áfellisdómur lengur að vera að tala geðheilbrigði sitt og að vera bara undir miklu álagi, þá gerir fólk alls konar og segir alls konar og það er bara allt í lagi af því að við erum manneskjur. Nákvæmlega. Allt sem er frábært og í kjölfar þess og svo sýning hún lifir ennþá og við erum með á prjónunum að vita hvort við getum ekki sýnt fleiri sýningar af henni. Svo stígur inn í allt annan hlut. Hertoginn af Buckingham í Ríkharði III sem við streymdum hérna á sunnudagskvöld í upptöku Borgarholtsskóla. Nemendur þar gáfu okkur upptöku og það var gaman að geta sýnt hana. En þar fóstum við hlutverk hertogans af Buckingham sem að sá sér leik á borði og ætlaði að biðja Ríkharð besta vin sinn að
svona redda sér jarlstign og eignum og svona, en það mistókst. Já, nei, það tekst. Það tekst að því leytinu til að sko hann verður svona besti vinur Aðal og þeir verða eitthvað konar teymi sem að ná markmiði sínu. Þeir ná markmiðinu að gera hann að kóngi, koma honum til valda. Já. En hann misleist þarna geðheilbrigði Ríkards III. Já. Þar Skriggason fótur. Þar mistókst það. Þar mistókst það. Og hann áttar sig ekki á því að hann með mafíósa bara á sinni hendi og mafíósa sem eirir engum og hann verður undir í þeirri baráttu strax, sko. Já. En það rennur ekki upp fyrir honum ljósið fyrir en að hann búinn að koma honum til valda, hvað hann brjálæðislega drifinn af valdagræðgi og hefnd og einhver lofaðir einhverju stóru og menn svona bara þeim dettur ekki í hug að þó allir hinir séu sviknir í kring. Ekki ég. Nei, ég er besti vinur hans, það verður ekki ég. En fannst þér ekki bara því að sko, áferðin í textanum þarna, við vorum líka að ræða við Kristján Þórð og við förum allt aðra leið í þessu bundna máli og textaflutningnum í Ríkarði en þú ert nýbúin að vera þá að gera í allt sem er frábært. Já. Þetta eru tveir alveg mjög ólíki skólar. Já. Annars vegar að vera með texta sem er mjög laus og ég get alltaf, ég í rauninni þarf að búa til texta á hverju einasta kvöldi, leikriti verður aldrei eins, það er samtal, opið samtal, ég veit ekki hvað svar ég fæ, þannig að maður er alltaf á tánum að búa til og það er engin mótleikari að bíða eftir stykki, skilur, þannig að ég má sveigja hlutina, orða þá svona stundum og stundum orða því á svona. Eftir því hvaða svar þú fær. Eftir hvaða svar ég fæ og bara stundum eftir einhverju tilfinningu og textin í rauninni, auðvitað er hann 95% eða 90% alltaf eins, en það er samt ákveðin sveigjanleiki innan þess og maður getur leikið sér með það og ryþmana. Svo þegar maður er í svona verkefni sem er í bundnu máli og rosalega mikill agi, textaagi, þar sem að hver lína er stuðluð og maður þarf og það er ryþmi í textanum sem að maður þarf að halda utanum bara til að meiningin skili sér yfir, að hugsunin skili sér og það, maður þarf að orða það alltaf nákvæmlega eins, það er ekkert svigrúm fyrir neitt skáldskap. Ekki neitt. og þar leðandi, og það tekur svolítið tíma að setjast svoleiðis texti. Já. Og ég var að koma úr svona, þú veist, svona lífrænu flæði einhvern veginn svona bara, og hafði ekki haft mikinn tíma til að skoða þetta og mér fannst ég bara svona rétt hafa tíma til að ná utanum þetta áður en við frumsýndum að því að bara að það að láta langar ræður einhvern veginn setjast inn í sig það sem að maður hefur innistæðu fyrir hverju og einu og er alveg og maður getur treyst í að textinn sitji í manni og maður þurfi ekki að vera að hugsa mikið textan, hann er þarna. Og maður þarf að hafa eftan mikið til að komast á þann stað. Þú varst með líka sérlega erfitt verkefni vegna þess að í tveimur af þínum mjög svo löngu ræðum er öll vélin á fleygiferð á bakvið. Það eru læti, það eru allir að gera eitthvað annað, mikil hreyfing, en þú þurftir að vera fremst á sviðinu og láta þetta ekkert á þig fá, heldur skila öllu til áhorfenda og þetta, ég vissi alveg upp á mig sökina þegar ég hendur út í þetta, ég vissi líka alveg að þetta var mjög lærdómsríkt og skemmtilegt og frábærlega vel þýtt hjá Kristjáni að því leytinu til að hún var svo tær, sko, hún var svo skýr og tær, textin var svo, hann var svo hreinn, oft gerist það í Shakespeare og reyndar hefur okkur farið mjög mikið fram, Þórarinn Eldjárn hefur líka þýtt alveg frábærlega, þar sem að maður les textan og maður skilur það sem er verið að tala um. Já. Að því að setningarnar geta verið svo opbáslega langar, þetta geta verið svo margar línur, þetta er eitthvað sem við fjölluðum þarna á sunnudaginn og við höldum að við séum á beinubrautinu svo erum við allt í einu komin niður einhvert öngstræti og einhvert lítinn garðstíg og bara út í móa og þá er svo langt í
punktinn og að skýrleikin og að komist til skila hvert við ætluðum í rauninni. Við verðum að halda áfram og þetta var Ríkharður. Svo siglum við inn í Vanja frænda. Úr Shakespeare í Tjekhov. Já, ég elska Tjekhov reyndar mjög. Ég veit það. Hann mikið uppáhalds. Ég veit það. En það eitthvað svona, það er svo sárt að vera manneskja, sko, að hann hefur það svo í hendi sér sem höfundur. Og það er alveg dásamlegt, sko, fyrir leikarann að fást við það. Það er flókið alveg og svona snúið að það sem að maður kemst mjög fljótt að er að þú getur ekki byrja að ýta og hann má ekki fara að leggjast ofan á hlutina eða gera þá of melodramatíska eða hvað sem maður vill kalla það. En maður verður að leyfa því að sitja og flæða í gegnum sig og þar er alveg það sama. Maður þarf að læra textan mjög vel. Já, akkurat. Og kunnan einhvern veginn með hverri frumu og treysta því að hann sitja þarna bara og sé þarna og þurfa ekkert að hugsa hann. Og þá kemur frelsið til að vera. Já. Þetta er eiginlega alveg ótrúlega merkilegt þessi bara að því að þetta er alveg þrennt ólíkt. Duncan Macmillan, Shakespeare og Tjekhov. Að því að þín nálgun sem leikara þarf að vera, það er aldrei það sama einhvern veginn. Nei, þetta er aðeins mismunandi vöðvar, en þó auðvitað af sama meiði, veist. Markmiðið það sama, koma því þangað. Já, þó svo að Ríkharður stendur nú svolítið út úr það miklu epískara leikhús, það miklu stærra og epískari leikur, það er annars konar, það er ekki hversdagslegt á neinn hátt. En að sama skapa einhvern veginn í Tjekhov, því að nú vorum við á þessu sviði, vorum á stóra sviðinu, þá erum við ekki, mann langar inn alveg með stækkunargleri, mann langar til að sjá bara blikið í auganu, snertinguna, við viljum sjá einhvern veginn gæsahúðina. En þannig við þurfum að reyna að stækka hann einhvern veginn upp. Þetta er merkileg pæling. En þú lékst. Og athyglisvert líka með leikandi svo Vanja, það sem eru margir, nokkri karakterar, það eru kannski 7-8 manns á sviðinu og það verið að tala eitthvað sem að manni finnst vera tiltölulega hversdagslegt og kannski ekkert rosalega dramatískt sem verið að tala en sem áhorfandi getur maður upplifað söguna það sem verið að fjalla í gegnum alla sem eru á sviðinu. Þannig að það er enginn sem bara stikkfrí á sviðinu. Það er allir, auga áhorfandans leitar bara, í hvar get ég fengið söguna, dýptin í sögunni liggur í gegnum allt fólkið sem er á sviðinu. Ekki bara þann sem er að tala. Og afstaða allra er mismunandi. Það þurfa allir að fá mismunandi hlut út úr þessum hversdagslegu umræðu sem snýst bara hvort það sé of heitt eða of kalt eða klukkan hvað það var eða klukkan hvað það var ekki. Nákvæmlega. Öll bælingin sem er í gangi. En sýningin var alveg, það var sko dásamlegt að gera þetta með þér, Valur, alveg sko yndislegt og bara grátbroslegt að örlög Vanja frænda hér í Borgarleikhúsinu urðu einhvern veginn þau sömu örlög Vanja frænda í leikritinu. Hann þurfti að lúta í lægra haldi fyrir COVID-19 og okkur mun ekki lánast að sýna fleiri sýningar en frábær þýðing Gunnars Þorra Péturssonar beint úr frummálinu. Við erum komið með glænýja þýðingu, er fáanleg í bókaflokknum okkar góða og tilvalið að fá sér bók og byrja að lesa. En Vanja mun lifa með mér alveg rosalega lengi. Já, sömuleiðis. Þetta var svona konfektmóli sem maður bara bragðið endist örugglega út lífið, gæti ég trúað. Þetta er ein af þeim rullum líka sem að Vanja er svolítið, hann er alveg snúinn en alveg svona dásamlega
hvað segja, svona brotin manneskja en samt einhvern veginn heil einhvers staðar. Hún ekki, hann langar að gera vel. Já, og það er ekkert er í honum baráttu að við að gera kenna. vel. Nei. Það er bara ekkert honum að kenna hvernig þetta er allt saman. Og svo bara, svo segir hann okkur bara, ég bara nöldra eins og gömul piparrót. Æ, fyrirgefðu, ég bara, já, ég er hættur. Já. Hann fuðrar alltaf upp að þetta, hann er svo dásamlegur. Óendurgoldin ást og... Já, algjörlega. Já. Hvað er næst, veistu það? Nei, við vorum þetta bara nýbúin að frumsýna hérna Bubba Morthens. Akkúrat. Nýju líf. Já. Þannig að næst Bubbi Morthens. Já. Vonandi bara verður það, færi hún bara flugið og enda virðist það hafa tekist ótrúlega vel, þannig að við erum bjartsýn á það. Sátti Bubbi. Sátti Bubbi. Sátti Bubbi, alveg yndislegur. Það er mjög gaman að fá að syngja þessi lög, þessi Bubba-lög sem að svona, sem að sumt að þessu þetta tengist alveg ótrúlega mikið mínum uppvexti og þó ég hafi ekkert alltaf hlustað á Bubba nema í tímabilum eitthvað, þá þekkir maður hvert einasta lag og tengir við eitthvað atburði í sínu lífi við lögin, sko. Já. Þannig að það er bara mjög gaman, fást við það. Mér finnst það að tekist svo rosalega vel upp þarna að við erum að upplifa tíðarandann, að upplifa 200 ára afmæli Reykjavíkurborgar upp á nýtt og maður bara man hvar maður var, hvernig ís maður fékk og hvernig þetta var allt saman, spenningurinn að komast í tertuna og allt þetta. Og fyrir okkar kynslóð, við sem erum á miðumaldri, kannski er ekki 50, er það ekki miðuraldur? Jú, er það ekki ég viðurkenni það, ég er á miðjumaldri. Bubbi Morthens hefur bara alltaf verið til, eða skilur, nánast, skilur við. Ég meina, maður var að syngja alveg hástöfum, sko, við munum öll deyja, bara 12 ára, skilur við. Aha. Og kalda stríðsbörnin, bara einhvern veginn myndin utan á geislavirki platan og þetta. Algjörlega. Já, svo er þetta bara upp og áfram, sko. Það er alltaf einhver skrif og eitthvað í gangi. Ég bara hlakka ótrúlega til að sjá þig, fylgjast með þér og vera vinur þinn áfram. Já. Elsku Valur minn. Þakka þér fyrir að taka á móti mér hérna á stóra sviði. Já, bara velkomin. Kæru vinir, við bara þökkum Valfreð Einarssyni kærlega fyrir þetta dásamlega listamannaspjall. Sjáumst aftur. Bless.